Haukur, tap hérna fyrir Frökkunum í dag en tilfinningin kannski öðruvísi en í gær? Já, ég meina, þú veist, það verður bara að segja þetta, þeir eru betri en við, veist, það er bara þannig, en mér fannst aðalatriðið að við vorum að berjast og við gerðum það í 25 mínútur og sýndum ótrúlegan vilja og svona sýndum okkur rétt andlit frá því í leiknum í gær. Við vorum bara lélegir í síðasta leik, það er bara að segja þetta sér. Þótt að við börðumst alveg og það var ekkert andleysi í gangi eða neitt þannig, en við bara vorum lélegir en í dag vorum við bara mun betri en þeir eru bara töluvert betri en við og það er erfitt að spila 40 mínútur eins og við spilum á móti svona liði. Þeir náttúrulega hitta næstu í 60% þryggjastegi, erum við ekki bara að sjá gæðamunum svolítið liggja þannig í dag? Jú, þetta er bara eins og að fá rýting alltaf þegar maður er að spila í 20 sekúndur vörn og brjálaðar og síðan fá þrist í andlitið á manni, sko. Þeir eru bara þvílíkt góðir og maður er bara að gefa þeim kredit fyrir það en ég geng alveg sáttur frá þessum leik þráttur þetta tap og ég held að við höfum sýnt okkur svolítið eins og ég segi aftur rétt andlit bara frá því í gær. Eftir leikinn í gær þá náttúrulega fer af stað mikil gagnrýni og ég meina fyrsta svona gagnrýni sem við fáum á stórmóti. Er það eitthvað sem að fær á menn eða hvernig? Nei, ég meina þau hafa alveg sitt álit skilur og það er allir rétt á því og það truflar mig ekki neitt. Þetta er bara svona skoðanir skilur og það er alltaf í lagi að fá þær en þetta truflar mig ekki neitt. Við vildum samt sýna að okkur fannst við alveg berjast í gær. Við vorum bara, hittum ekki neitt, við vorum bara lélegir, þannig séð og ég meina það er alltaf í lagi, að segja það en mér fannst við betri í dag þrátt fyrir þetta tap og við munum vera betri næstu 80 mínúturnar, það er bara þannig. Ekki fínt að fá frídag á morgun og undirbúa sem til Slóveníu? Jó, það er rosalega gott, það er búin að vera erfiðar 80 mínútur núna, síðustu 2 dagar og þetta er bara kærkomið frí og við komum bara tvíhaldið tilbaka. Takk fyrir.